ekki að byrja þetta umhverfisvarp, klukkan 2 mínútur yfir. Já, ég ætla bara að bjóða okkur öll velkomin í þetta annað umhverfisvarp sem reglubundin fræðsla um Umhverfisstofnunar sem send út rafrænt. Við vorum með, þetta önnur kynningin sem við erum með og næsta kynning svo 4. júní sem losunarbókhald Íslands. Og í dag ætlum við að tala átaki friðlýsingum. Hún Hildur Vésteins ætlar að segja okkur aðeins frá því. Það hægt að spyrja spurninga í gegnum spjallvirkni, þannig að ég bara endilega setja inn spurningar strax svo það að vakna. Annars þá bara ætla ég að biðja Hildi að deila sínum glærum og taka við. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir og ég segi bara eins og Gitta, verið velkomin. Ég ætla að deila skjánum mínum. Sést skjánum minn núna? Já. Ljómandi. Heyrðu, þá skulum við bara byrja. Bara verið velkomin þeir sem að hlusta. Ég heiti Hildur Vésteinsdóttir og ég teymistjóri í teymi friðlýsinga og áætlana. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá átaki friðlýsingum og friðlýsingum og ýmsu sem þeim tengist í dag. Ég ætla að byrja á því að fara í gegnum það hvað átaki friðlýsingum og síðan aðeins svona grunnspurningarnar, hvað náttúruvernd og hvað friðlýsing. Örstutt lagalega ramman, síðan ætla ég að segja ykkur frá friðlýsingaferlinu og hvaða svæði það eru sem við erum búin að friðlýsa á grundvelli átaksins og hvaða svæði það eru sem við erum með í undirbúningi. En svona fyrst almennt kannski bara langum að segja ykkur örstutt Umhverfisstofnun að við erum á 9 stöðum á landinu. Og friðlýsingateymið það staðsett á 3 stöðum. Það einn staðsettur á Akureyri, einn í Mývatnssveit og það ég og svo eru 5 í Reykjavík. En Umhverfisstofnun leggur mikla áherslu á að ráða hæfasta starfsfólki hvar sem það staðsett. Stefnan, við gerðum nýja stefnu 2018 sem gildi til 2022, þannig við erum hálfnuð. Og við erum svona mest að vinna með markmið sem eru þarna undir markmið sem númer 2 sem verndun náttúru. En auðvitað tengist þetta allt saman. Skipuritið okkar, það mjög framúrstefnulegt finnst mér og sýnir svolítið vel hvað alla þessa þverfælegu vinnu sem fer fram hjá stofnuninni. Það eitthvað svona átó á glærunum mínum, ég get ekki slökkt það þannig að þið verða að fyrirgefa þá skipti stundum aðeins hraðar en ég ætla. En teymi mitt hérna á sviði friðlýsinga og starfsleyfa og við vinnum mjög náið með teymi náttúruverndar norður og teymi þjóðgarðs og náttúruverndar söður og hérna erum þarna mjög, sem eru reyndar á öðru sviði, en við erum þarna mjög nálagt hvert öðru í skipuritinu. En þá það málan í dag, hvað þetta átaki friðlýsingum? Það kveðið þetta átaki friðlýsingum í ríkisstjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar og það var kynnt í ríkisstjórn 8. júní 2018. Og markmiðið þar að friðlýsa svæði í verndarflokki rammaáætlunar og svæði á eldri náttúruverndaráætlunum, stækka þjóðgarða, stofna þjóðgarða á miðhálendinu og svo friðlýsa svæði sem undir álagi vegna ferðamanna. Afsakið. Síðan líka talað í átakinu önnur verkefni tengd náttúruvernd og til dæmis verkefni sem gengur undir heitinu Logn sem landbúnaðar og náttúruvernd sem nýverið búin að vera í kynningu og þið getið fundið ýmislegt það á netinu, mjög áhugavert verkefni. Síðan búið að vera að skoða hagræn áhrif friðlýstra svæða og sviðsmyndagreiningu. Og það eru nokkur atriði hérna sem Umhverfisstofnun ber ábyrgð á og ég búin að lita þau hérna græn. Við erum að vinna að undirbúningi að friðlýsingu svæða í verndarflokki rammaáætlunar, eldri náttúruverndaráætlunum, svo sett ég þarna hálft stækka þjóðgarða. Við erum að vinna að stækkun á Snæfellsjökulsþjóðgarði en aðri þjóðgarðar það ráðuneyti sem að vinna undirbúningi á því. Og síðan erum við að vinna undirbúningi friðlýsinga á svæðum sem undir álagi vegna ferðamanna. Kannski grunnspurningin í þessu öllu saman sem ótrúlega erfitt að svara en mér svolítið gott að miða bara við markmið náttúruverndarlaganna sem tóku gildi árið 2015
Og þar kemur fram að markmiðið að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Og lögin þeir miða jafnframt að því að vernda og nýta á sjálfbæran hátt auðlindir og önnur náttúrugæði. Þannig að þetta ekki bara að við ætlum að hætta öllu, heldur að við ætlum líka að nýta en að passa okkur að það sé á sjálfbæran hátt, þannig að komandi kynslóðir geti fengið þetta frábæra tækifæri til að njóta þeirra eins og við erum að fá að gera. Og eitt af þessum tólum sem við getum notað í náttúruvernd, það friðlýsing. Og hún í rauninni felur í sér verndun sérstæðra og mikilvægra svæða eða fyrirbæra. Og það til tvær gerðir svona aðalega að friðlýsingum. Það annars vegar við mörkum landsvæði sem langalgengasta aðferðin og þá hnitsetjum við mörk svæðisins og það reglur sem að friðlýsingin hefur í för með sér, það gilda þá innan markasvæðisins, en síðan líka hægt að friðlýsa vistgerðir, vistkerfi, tegundir, steindir og steingirðinga og þá nær það til alls landsins. Og dæmi þetta til dæmis dropsteinar sem að finna til dæmis í mörgum hellum á Íslandi og þeir bara friðlýstir hvar svo sem þeir finnast, þannig að þar ekki nein landfræðileg afmörkun. Hvað hefur friðlýsing í för með sér og af hverju viljum við vera að gera þetta? Við teljum að friðlýsing hún auki sérstöðu og verðmæti svæða. Hún viðheldur vistkerfum og verndar líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni. Það kemur inn stýring þar sem það á við. Það á auðvitað ekki við alltaf. Stundum þarf ekki stýringu, stundum í örfáum dæmum svæði lokuð. Það þá eitt form stýringar en mjög einfalt. Þar sem á við, þar kemur inn uppbygging innviða. Svo félagslegur og hagrænn ávinningur og þetta eflir virðingu og skilning íbúa á gæðum svæðisins að fólk verður oft meðvitaðra ef það friðlýst svæði í nágrenninu að það sé eitthvað merkilegt þar og eykur áhugann. Ef að ræða svæði sem að býður upp á þessi útivistarsvæði þá tryggjum við vernd þess með þá aðkomu ríkisins og þetta getur líka skapa verðmæti í formi atvinnu, uppbyggingar og svo auknum tækifæri með þjónustustarfsemi. Reynslan hefur sýnt að ef að friðlýstu svæðin byggð upp þannig að þau geti tekið á móti fólki þá þau oft mjög vinsælir áfangastæðir ferðamanna. Það sem hins vegar verður alltaf að hafa í huga að friðlýsingin miðast alltaf við hvert svæði fyrir sig, þannig að það alls ekki allir þessi punktar sem að gilda alls staðar og stundum líka bara einhverjir allt aðrir, en þetta svona þetta almenna. Hugsanleg gallar að yfirleitt fylgir þessu viðbótar leyfisveiting vegna framkvæmda og athafna sem valda raski. Og svo geta verið einhverjir fleiri gallar sem ég myndi endilega vilja fá ábendingar ef einhverjir eru. Lagalegi grundvöllurinn á bakvið þetta, það sagt að við vinnum samkvæmt ákvæðum laga náttúruvernd númer 60/2013 sem tóku gildi 2015 og þar fjallað í 7. kafla friðlýsingu svæða. Og þar kemur fram að ráðherra getur friðlýst landsvæði, einstakar náttúruminir í hafi, vatnasvæði og heildstæð vatnakerfi og að friðlýsingarnar þar eigi að byggja á framkvæmdaáætlun. Og í daglegu tali gengur þessi framkvæmdaáætlun undir nafninu B-hluti náttúruminjaskrár. Hann í vinnslu, Náttúrufræðistofnun búin að leggja fram sínar tillögur og svo hefur Umhverfisstofnun það hlutverk að kynna og það í undirbúningi. Þannig að þessi framkvæmdaáætlun hún hefur ekki ennþá tekið gildi. Hún fer síðan áður en hún samþykkt, þá fer hún í kynningu og tekin fyrir á Alþingi og samþykkt þar. Það má friðlýsa önnur svæði sem ekki á þessari framkvæmdaáætlun, en þá gilda ákvæði, sömu kynningarákvæði eins og við framkvæmdaáætlun. Þannig að við þurfum þá að byrja á því að auglýsa áform með friðlýsingu og svo kynningaferli þannig að fólk á að hafa alveg kjörið tækifæri til að koma sínum ábendingum athugasemdum á framfæri. Og þetta geta verið alls konar svæði sem koma inn að tillögu landeigenda, sveitarfélaga eða annarra. Þannig að þó að svæði sé ekki skráð á framkvæmdaáætlun eða tillögu að henni,
þá alls ekki útilokað að við getum unnið að friðlýsingunni. Friðlýsingar í verndarflokki rammaáætlunar, þær eru undanskildar. Það að segja að þær þurfa ekki að fara inn á framkvæmdaáætlun, heldur ber okkur að þegar búið að flokka virkjunarkost í verndarflokk, að þá ber Umhverfisstofnun að hefja undirbúning af friðlýsingu. Og það sem sagt Umhverfisstofnun sem annast undirbúninginn og við eigum að hafa samráð við Hafrannsóknastofnun og Minjastofnun þegar við á, og það þá ef að svæðin út í sjó eða það eru menningarminjar. Ferlið síðan þannig, ég ætla að segja ykkur svona nánar frá því hérna eftir, en að Umhverfisstofnun á að gera drög að friðlýsingarskilmálum og við eigum að leggja það fyrir landeigendur og aðra rétthafa lands, viðkomandi sveitarfélög og aðra sem hagsmuni eiga að gæta, og svo að kynna landeigendum og rétthöfum rétti bóta. Ég ætla að segja ykkur nánar á eftir frá því hvernig þetta ferli hjá okkur. Þetta eru friðlýsingarflokkarnir, þeir eru 12 eða 11, það þarna einn auka. Þetta í rauninni kannski svona endurspeglar það að friðlýsing ekki það sama friðlýsing. Við erum með þarna flokkin hérna, ég vonaði að sjá músina mína, náttúruvé. Það svona sterkasti flokkur friðlýsingarinnar. Við flokkum kannski svona svæði eins og Surtsey, það það sem þarf alveg að sækja leyfi til að mega fara þangað og eitthvað svona sem við veljum. Það ekki með að því að það sé mikil umferð fólks og áhersla á að svæði fá að þróast á eigin forsendum. Síðan erum við með óbyggð víðerni sem líka nýr flokkurinn í lögunum. Þar þetta flokkur sem búinn að vera í mikilli umræðu undanfarið, þannig að þið hafi kannski svona aðeins innsýn í það, en þarna talað stór svæði þar sem hægt að njóta innveru og kyrrðar. Síðan það þjóðgarðarnir. Tveir þjóðgarðar á Íslandi eru friðlýstir samkvæmt sérlögum, en þjóðgarðurinn Snæfellsjökull samkvæmt reglugerð, en það heimild í náttúruverndarlögum til að friðlýsa svæði sem þjóðgarð líka svona, þannig að þjóðgarður líka friðlýst svæði. Meginmarkmið þeirra að bjóða fólk velkomið, gera aðgengi fyrir fólk, kynna fólki náttúru og sögu og svona, þetta svona miðar að því að fólk geti heimsótt svæðið og kynnst landinu sínu. Síðan erum við með náttúruvætti. Það eru svona einstakar náttúruminjar, geta verið steinn, foss eða trjálundur eða eitthvað sem þykir merkilegt eða fallegt. Þetta eru oftast minni svæði. Friðlöndin, þau miða núna í eldri lögum, þá var þetta svona svolítið friðlandsflokkurinn, það sem var bara margt sett í. Þannig búið að breyta skilgreiningunni, þannig að nú miðar þetta því að vernda vistgerðir og tegundir fugla og búsvæði. Þannig að þetta orðin svolítið svona lífríkismiðaður flokkur. Landslagsverndarsvæði, þannig erum við að vernda landslag vegna fegurðar eða sérstöðu. Og við erum núna nýlega búin að friðlýsa fyrsta landslagsverndarsvæði sem svæði upp í Þjórsárdal. Þannig að það mjög skemmtilegt. Síðan erum við með annan nýjan flokk sem verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og við höfum ekki ennþá friðlýst neitt með þessum flokki. Þarna miðað að því að verndarsvæði og þar sem einhver nýting og verndargildið, forsenda verndargildisins að nýtingin haldist áfram. Þannig að þarna verið að hvetja til sjálfbæra nýtingu á auðlindunum. Síðan flokkur sem náttúruminjar í hafi og það eiginlega við alla hina flokkana nema þarna erum við að tala svæði í hafi. Síðan fólkvangar. Þetta eru svæði sem eru friðlýst af frumkvæði sveitarfélaga og eru í umsjón sveitarfélaga, en Umhverfisstofnun hefur alltaf yfirumsjón, en sveitarfélögin sjá reksturinn og þetta svona svæði sem miða að því að auðvelda aðgengi fólks og búa til útivistarsvæði oft í nágrenni við þéttbýli. Síðan erum við með svæði í verndarflokki ramma- og verndar- og orkunýtingaráætlunar sem það rammaáætlun og það bara svona sérstakt sem gildir fyrir þetta þingsályktun samþykkt á Alþingi.
og hérna ég segi ykkur betur frá því á eftir. Svo þarna aukakassi hjá okkur sem starfsemi og framkvæmdir utan friðlýsissvæðis en það kom sérst inn í lögin núna að nú þarf að leita umsagnar Umhverfisstofnunar vegna starfsemi og framkvæmda utan friðlýsissvæðis sem hafa áhrif innan svæðisins. Síðan síðasti flokkurinn þarna, það friðlýsing heilla vatnakerfa og þetta segir svona svolítið sjálft og það heimilt að friðlýsa heilu vatnakerfi. Gitta, ég sé ekki spurningarna, þannig að ef það koma spurningar þá verður þú eiginlega að grípa inn í. Já, það kom spurning fyrir svolítið síðan en ég ákvað kannski að tekja henni enda líka en það var hvort að það væri galli að það þurfi aukin leyfi, þess að krafan leyfi vegna framkvæmdina friðlýsta svæða því þú taldir upp sem galla við friðlýsingar. Já, kannski ég skal bara svara því núna. Kannski setti ég þetta sem galla vegna þess að það eru svo margir sem við höfum verið að vinna með sem líta á þetta sem galla. Þetta getur samt líka alveg verið mjög mikill kostur og fyrir svæðin held ég þetta sé kostur og það er ástæðan fyrir að við setjum þetta inn í skilmálana að við teljum að þetta sé að við höfum eitthvað gott til málana að leggja varðandi leyfisumsóknir á friðlýstum svæðum. Ég held áfram. Almenna friðlýsingarferlið, bara hvað gerist þegar við fáum inn tillögu að friðlýsingu svæðis. Við byrjum á því að skoða tillöguna. Við leitum til Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi það að meta verndargildi svæðisins og ef að niðurstaðan er sú að það gott verndargildi á svæðinu og ástæða til að vinna friðlýsingu, þá skipum við samstarfshóp og í þessum samstarfshóp eiga yfirleitt sæti landeigendur og sveitarfélag og svo aðrir eftir aðstæðum. Við bara metum það í hverju tilviki fyrir sig en það er alltaf landeigendur og sveitarfélög sem eiga sæti. Það dæmi að Náttúrufræðistofnun sitji með okkur og ýmsir hagsmunaaðilar. Við reynum samt að gæta því að þessi samstarfshópar séu ekki of stórir að þetta sé kjarnahópurinn og leggja þá meiri áherslu á samráð við stærri hóp hagsmunaaðila í ferlinu. Þannig að þó að aðilar eigi ekki sæti í þessum samstarfshóp, þá hafa þeir samt fjölmörg tækifæri til að koma að ferlinu einhvern nátt. Ef að svæðið ekki á framkvæmdaáætlun eins og ég lýsti áðan, þá þurfum við að auglýsa áform friðlýsingu og það felur í sér að við setjum í opinbera kynningu einhverja tillögu að mörkum, það ekkert fast sett á þessu stigi og svona hvaða friðlýsingaflokkur það sem við höfum helst verið að horfa til og þetta auglýsum við og sendum á lista hagsmunaaðila sem við tökum saman. Þannig að það eiga allir að hafa kost á því að senda inn ábendingar og athugasemdir og þarna fær fólk líka upplýsingar það hvaða svæði það sem við erum að hefja undirbúning á þannig að það ætti að fá smá innsýn í okkar vinnu. Síðan þegar búið að auglýsa áform friðlýsingu og komnar inn athugasemdir að þá hefst samstarfshópurinn handa við að vinna tillögu að friðlýsingarskilmálum og loka tillögu að mörkum svæðisins. Og þá að sjálfsögðu tekið tillit til þessar athugasemda sem koma fram þegar við kynnum áformin. Á sama tíma og við erum að vinna tillögu að friðlýsingarskilmálum, þá þetta samráð við hagsmunaaðila. Og ég með svona sérglæru samráð en þetta við metum það í hverju tilviki fyrir sig hvaða stig samráðs við eigum hvaða leið við eigum að fara. Viljum við hafa það mikið samráð að við höldum sérstaka fundi með hverjum á einum hagsmunahóp eða höldum við opna kynningafundi eða teljum við rauninni nóg að senda tillöguna. Stundum köllum við einstaka aðilinn á fund með okkur þannig að það allur gangur á þessu. Við reynum að meta þetta bara svolítið í samstarfshópnum, það þá með landeigendum og sveitarfélagi. Þegar liggur fyrir tillaga að friðlýsingarskilmálum og mörkum þá hefst lögbundið kynningaferli sem 3 mánuðir og þá fá aftur allir senda tilkynningu það að þetta sé komið í kynningu og öllum gefst kostur á að senda inn ábendingar og athugasemdir. Og þegar kynningaferlinu lokið þá kemur samstarfshópurinn saman einu sinni enn og vinnur úr þessum athugasemdum, breytir eftir því sem ástæða þykir til og svo tillögu að friðlýsingu og mörkum vísa til ráðherra sem tekur þá loka ákvörðun friðlýsingu og staðfestir hana. Það eru 2 spurningar sem tengjast kannski svolítið með þessu friðlýsingarferli.
Fyrsta Já. spurningin hvort það séu ákveðnir þættir sem má ekki innan friðlýstra svæða þrátt fyrir að svæðin séu ólík? Það eiginlega ekkert hægt að segja það af því að þegar við erum að semja friðlýsingarskilmálana þá tökum við alltaf mið af því sem verið að vernda og friðlýsingarskilmálarnir taka mið af því. Tökum sem dæmi að ef við erum að vernda jarðminjar á einhverju ákveðnu svæði, til dæmis hraun, að þá ekki endilega ástæða til að banna veiðar. Hins vegar ef við erum að vernda búsvæði fugla þá myndi kannski skjóta mjög skökku við að við værum að leyfa fullt af veiðum. Þannig að það eiginlega ekki hægt að segja þetta af því við erum þegar við erum að vernda mismunandi hluti. Skilyrðin eru mismunandi eftir hverju eiginleika svæðisins eru í raun og veru. Já. Hin spurningin hvort að friðlýsing á sumum svæðum getur valdið því að ferðamenn sæki meira í svæðin en ella og þá að friðlýsingin valdi því að svæðið eru fjölsóttara sem svo krefst þá meiri umsjónar og innviða. Það getur alltaf verið, sko. Það er til ákveðnir hópar ferðafólk sem finnst eftirsóknarvert að heimsækja friðlýst svæði. Hins vegar ég kannski ekki alveg rétta manneskjan til að svara þessu, en við vitum það bara öll held ég að það eru margir af þessum vinsælu ferðamannastöðum á Íslandi, mjög vinsælir og þeir sem eru friðlýstir. Þannig að ég held já, það alls ekki útilokað og ég myndi kannski segja frekar líklegt að þetta gefur svona svæðunum ákveðin stimpil og lyftir þeim svolítið upp, þannig að það eðlilegt að fólk vilji þá skoða það frekar þegar það veit að það eitthvað merkilegt að sjá. Voru komnar fleiri spurningar? Nei, það komið. Ok, þá held ég áfram. Friðlýsingarferli fyrir ég ákvað að taka þetta svona sérstaklega því það hefur verið til umræðu svolítið verndarflokkar rammaáætlunar og við erum með aðeins öðruvísi friðlýsingarferli þar og tillaga að friðlýsingum hún byggir á þingsályktun frá 2013 núna, þetta niðurstöður rammaáætlun 2. Ferlið þannig að umhverfis- og auðlindaráðuneytið sér að afmarka svæðið þar sem að það var ekki hlutverk verkefnishópsins í rammaáætlun 2, þannig að við höfum ekki afmörkun og ráðuneyti vinnur þá afmörkun út frá þá niðurstöðum hópsins, þannig að það byggir alltaf vísindalegum gögnum. Umhverfisstofnun vinnur tillögu að friðlýsingarskilmálum á mörkum og við sendum erindi á alla landeigendur og sveitarfélög þar sem við kynnum þennan rétti bóta eins og ég framkom áðan og svo sendum við tillöguna líka á alla hagsmunaaðila. Þetta kynningarferli eru 3 mánuðir og þegar kynningarferlinu lýkur þá vinnur Umhverfisstofnun úr þessum athugasemdum sem hafa borist og skrifa greinargerð þar sem að athugasemdunum svarað eða tillögunni breytt sem við höfum gert í kjölfar ábendingar sem við höfum fengið. Þannig að við erum alltaf mjög glöð að fá ábendingar og athugasemdir. Og síðan þegar því lokið þá vísum við tillögu að friðlýsingu til ráðherra. Og þannig að í þessu kannski felst munurinn í því að þarna erum við ekki að stofna samstarfshópa með sveitarfélögum og landeigendum. Það sem helst kemur fram í friðlýsingarskilmálunum og þetta svona almennt en eins og ég kom inn á áðan þá náttúrulega fer þetta algjörlega eftir því hvað það sem við erum að vernda á hverju svæði fyrir sig. Stundum þetta mjög stutt og einfalt og meðan lengstu friðlýsingarskilmálar sem við höfum skrifað held ég að hafi verið allt upp í 12 blaðsíður. En við viljum meina það að þessi þá bara mjög mikill skýrileiki og mjög fyrirsjáanlegt þannig að það ætti ekki að vera nein vafaatriði. En við byrjum alltaf á því að fjalla friðlýsinguna, hvað merkilegt á svæðinu, hvers vegna erum við að friðlýsa svæðið og af hvaða alþjóðasamningum við erum að taka með af. Síðan það grein markmið friðlýsingarinnar, mörk svæðisins og þau eru alltaf hnitsett á korti sem fylgir með. Síðan það verndun jarðminja, gróðurs og dýralífs og menningarminja. Við fjöllum alltaf umferð, tjöldun, gistingu og umgengni. Umsjón svæðisins og kannski í því sambandi þá hefur Umhverfisstofnun umsjón með náttúruverndarsvæðum samkvæmt náttúruverndarlögum
En það hins vegar eru heimildir til að gera umsjónarsamninga og við höfum gert það í nokkrum tilfellum. Þannig að þá einhverjir aðilar sem taka að sér umsjón svæðanna og umsjón og sjá að reka þau svona dag frá degi. Síðan fjöllum við gerð stjórnunar og verndaráætlunar, landnotkun og mannvirkjagerð, notkun skotvopna og svo fleiri eða færri atriði eftir eðli svæðanna og þörf. Þannig að það getur verið einhver mjög sértæk atriði sem við viljum fjalla og þá gerum við það. En það eru svona grunn atriði sem við eigum að fjalla og svo megum við fjalla í rauninni bara allt sem þörf á að fjalla. Þarna varðandi rammaáætlunarsvæðin, þá eru friðlýsingarskilmálarnir mun einfaldari. Það er rauninni bara 4 atriði. Það friðlýsinguna, hvert markmiðið, mörk svæðisins og svo mannvirkjagerð og orkurannsóknir. Og friðlýsingar svæða í verndarflokki rammaáætlun, það í rauninni fela aðeins í sér að það óheimilt að stunda orkurannsóknir nema með leyfi og að það óheimilt að byggja virkjanir sem eru meira en 10 megavatt í vatnsafli og 50 í jarðvarma. Og þessum friðlýsingum þar fylgir engin umsjón, heldur þetta einu reglurnar sem gilda. Umhverfisstofnun leggur ofsalega mikla áherslu á samráð og mér finnst þetta vera svona lykilatriði í þeirri vinnu sem við erum að vinna við að undirbúa friðlýsingarsvæða. Í upphafi þá gerum við alltaf samráðsáætlun, þannig að við erum með langan lista yfir aðila sem við sendum alltaf tilkynningar þegar við erum að senda friðlýsingar í áform eða í kynningu. Þannig að ef við einhverjir hér sem langar til að bætast við þennan lista og fá þessar tilkynningar, þá má alveg endilega senda okkur tengiliðu upplýsingar. Og þarna þessum aðilum við upplýsum líka hvar hægt að koma athugasemdum á framfæri. Og náttúrulega til viðbótar við þetta þá birtum við alltaf tilkynningar á heimasíðun okkar og Facebook og alls konar stöðum. Samráðið eins og ég kom aðeins inn á áðan, þá svona mismunandi stig, stundum erum við með opna samráðsfundi, stundum erum við með sérstaka samráðsfundi, þar sem við bjóðum einhverjum ákveðnum hópum. Og þetta svona, við erum mjög opin fyrir alls konar fyrirkomulagi samráði. Á COVID-tímunum til dæmis að þá vorum við búin að áforma að hafa opinn kynningafund til að kynna stjórnunar og verndaráætlun sem við erum að vinna, en við gátum það ekki, þannig að við bjuggum til rafræna fræðslu, þannig að við erum svona, við erum mjög opin fyrir því að þróa okkur í þessa átt, en við viljum bara ná til sem flestra sem hagsmuni að gæta á svæðunum og við fögnum öllum ábendingum og athugasemdum, þannig að við erum mjög glöð þegar fólk gefur sér tíma til að skoða og kynna sér verkefnin okkar og benda okkur á ef eitthvað má betur fara. Hvað gerist síðan? Þegar búið að friðlýsa svæðið, þá svæðið komið undir umsjón ríkisins eða umhverfisstofnunar eða þá það gerir umsjónarsamningur. Síðan, þegar við erum búin að því, þá gerum við stjórnunar og verndaráætlun fyrir svæðið. Og það svona, við hugsum friðlýsinguna til lengri tíma, við erum kannski reyna að hugsa 50, 60, 70 ár fram í tíman þegar við erum að vinna þær. En stjórnunar og verndaráætlunin, það svona plagg sem gildir í skemmri tíma, það auðveldara að uppfæra hana. Við miðum við að hún gildi í 10 ár, en það samt alltaf hægt að taka þær upp og endurskoða. Og í henni þá erum við svona að skilgreina hvert markmiðið, hver stefnan okkar, hvert ætlum við og hvernig ætlum við að fara þangað. Þannig að með henni fylgir til dæmis alltaf aðgerðaáætlun og hún núna til 3 ára og byggir á landsáætlun sem uppbyggingu innviða. Þannig hún nátengd þeim fjárveitingu sem við höfum fengið í uppbyggingu innviða og þarna erum við svona skilgreina svolítið hvar ætlum við að hafa göngustíga, hvar viljum við hafa klósett og hvar viljum við ekki hafa þetta og ekki hitt og þetta unnið með mjög svipum hætti eins og friðlýsingarnar. Það við skipum samstarfshóp þar sem ég sæti allavega landeigendur og sveitarfélag og mögulega einhverju fleiri eftir aðstæðum. Og síðan þegar stjórnunar og verndaráætlun tilbúin og oft reyndar kannski aðeins fyrr,
að þá förum við í aðgerðirnar í samræmi við þær aðgerðir sem við erum búin að setja inn í stjórnunar- og verndaráætlun og aðgerðaáætlunina sem fylgir því. Þá ætla ég aðeins að segja ykkur frá árangrinum okkar í átakinu í friðlýsingum. Og þetta heldur betur búið að vera líf og fjör og mjög skemmtilegt og við erum búin að hitta fullt af fólki sem búið að vera mjög gaman að vinna með. Það er búið að ljúka við í dag 5 friðlýsingar búið að skrifa undir. Það eru Akurey og Kollafirði sem við unnum með Reykjavíkurborg. Hún var undirrituð í maí í fyrra og svo svæði í Þjórsárdal sem var núna undirritað bara núna nýlega. Og það er sem sagt Gjáin og Háifoss og Hjálpafoss og nágrenni þar. Síðan er ráðherra búin að undirrita 3 friðlýsingar á svæðum og verndarflokki rammaáætlunar. Það er Gjástykki, Jökulsá á Fjöllum og Brennisteinsfjöll. En þetta er kannski ekki há tala en það er samt heldur betur búið að vera mikið að gera hjá okkur og við erum búin að vísa fullt af fleiri tillögum til ráðherra sem að má búast við að verði undirritar á næstunni. Það er Látrabjarg, Búrfell og Búrfellshraun og Selgjá sem er í Garðabæ. Og Hlið er fólkvangur út á Álftanesi. Þar vorum við að breyta mörkunum og uppfæra friðlýsingaskilmálana. Síðan er verið að vinna og búið að vísa friðlýsingu Kerlingafjalla í Hrunamannahreppi. Og svo lokum Goðafoss í Þingeyjarsveit. Einhverjar fleiri spurningar geta? Jæja, geta hefur brugðið sér frá. Síðan eru fleiri friðlýsingar í verndarflokki rammaáætlunar sem hefur verið vísað til ráðherra. Það er Hólmsá, Jökulfall og Hvítá, Markarfljót og svo er þarna undir myndina Gittu það er Túná sem er þarna í nágrenni Friðlands á Fjallabaki. Það er síðan fullt af fleiri svæðum í vinnslu. Ég ætla nú ekki að lesa þennan lista en það er allavega mjög mörg svæði sem við erum að vinna undirbúning hjá og þau eru mjög mislangt komin. Sum eru alveg komin að því að vera vísa til ráðherra. Tek dæmi Geysi í Bláskógabyggð þar sem að kynningaferlinu er lokið og nú erum við bara að vinna úr athugasemdum. Þannig að það er mjög margt skemmtilegt í gangi og fullt af mjög áhugaverðum svæðum sem verður gaman að fara og skoða, sérstaklega ferðasumurinn í sumar hjá Íslendingum. Þá er ég eiginlega bara búin með mitt erindi. Það er spurning hvort það sé einhverja fleiri spurningar. Það er búið komin alveg fullt af spurningum. Ok. Getur bara tekið þær í röð. Fyrsta spurningin var hvort það var hægt að afturkalla friðlýsingarstimpla, til dæmis í þeim tilfellum þar sem friðlýsingin myndi draga óþarfa athygli á svæðum sem áður hefur fengið að vera í friði. Það er heimild í lögum til að afturkalla friðlýsingar en hún byggir fyrst og fremst á því að verndargildi svæðisins hafi rýrnað. Hins vegar væri kannski í þeim tilvikum þar sem umferðin er of mikil á svæðum sem hafa fengið að vera í friði eins og spurningin er orðið, að þá væri kannski spurningum að reyna einhver stýringartól frekar en að afturkalla friðlýsinguna. Því að ef að svæðið er komið á listan hjá fólki þá fer það ekki svo glatt þaðan út aftur, þannig að þá kannski væri vænlegra til árangurs að reyna sterkari stýringar heldur en að aflétta friðlýsingu. En heimildin er vissulega til staðar, já. Svo er spurt hvort það sé vita hvernig náttúruverndaráætlun kemur úr vinnslu frá okkur. Já, í dag heitir þetta framkvæmdaáætlun, náttúruminjaskrár og hún er bara í fullri vinnslu hjá okkur og það er áformað að hún fari fyrir þing mjög fljótlega. Ég geti mér ekki sagt neinar nákvæmar dagsningar en það. En við erum allavega að vonast til að fara að koma þessu kynningu svona mjög fljótlega hjá okkur. Og við þurfum að kynna þetta í rauninni áður en að þetta verður lagt fram fyrir Alþingi. Svo spurning
stærðarmörk leyfðra virkjana innan svæði sem friðlýst, hvaðan koma reglurnar stærðarmörkin? Þau koma bara úr lögum verndar- og orkunýtingaráætlun sem eru frá 2011 að mig minnir. Og þau eru bara sett fram þar mjög skýr. Svo spurning friðlýsingu á Breiðafirði, hvað hún felur í sér, það sem að segja með starfsemi sem virðist ekki alveg í takt við friðlýsingu, starfsemi svo sem veiði og annað. Breiðafjörð þá gilda sérstök lög og það sérstök nefnd sem fer með málefni Breiðafjarðar, þannig að bara því miður þá treysti ég mér eiginlega ekki til að svara fyrir það af því að það svæði ekki í umsjón Umhverfisstofnunar. Svo aðeins meiri pælingar með svona kosti og galla, að það verið að tala félagslegan og hagrænan ávinning, hvað með galla og tjóna friðlýsingum sem getur umtalsvert? Já, ég myndi alveg endilega vilja fá ábendingar það. Og því að það eitthvað sem við þyrftum þá að vinna úr og ég er búin að kalla eftir þessu á mjög mörgum fundum sem ég hef verið með kynningu á og aldrei fengið neins svona svör, þannig að ef það einhver tjón og gallar sem friðlýsingar hafi för með sér þá vil ég bara endilega fá að heyra því og netfangið mitt hérna upp á skjánum, þannig að það má endilega senda mér línu. Svo spurning með undirbúning verðunar djúpári fljótshverfi á grundvelli rammaáætlunar, að hvort að það sé ekki í vinnslu? Það mál ennþá í vinnslu hjá ráðuneytinu sem að vinnur að afmörkun svæðisins og Umhverfisstofnun hefur ekki ennþá fengið það mál. Ráðuneytið að leysa úr einhverjum málum þar. Svo meira svona athugasemd kannski, að það sé búið að friðlýsa stór svæði í óþekkt landeiganda á Norður- og Austurlandi, til hvers sé samráður ráðherra gerir ekkert með það, að það verið að vísa í landeigendur á brú sem sé að leita réttar síns. Já, þarna í rauninni verið að vísa til friðlýsingarsvæða á rammaáætlun. Það voru gerðar athugasemdir við afmörkun svæðisins sem að við lögðum, og í kjölfari lögðum við til að mörkunum breytt sem að var gert. Við svo sem höfum bara fengið mjög skýr skilaboð frá Alþingi það að okkur ber að vinna friðlýsingu þessa svæðis og við höfum í rauninni ekki val að gera neitt annað. Við gerðum, við fórum eftir því ferli sem að okkur skylt að gera og tókum tillit til þeirra athugasemda sem kostur var. Og nú eru landeigendur á brú búin að kæra líkt og fram hefur komið í fjölmiðlum og ég held að sé bara mjög gott að það verður bara tekin afstaða til þeirra atriða að kæruna á þeim vettvangi og við getum þá skoða það þegar niðurstaðan liggur fyrir. Það enga fleiri spurningar í bili, en eins og þú segir þá náttúrulega bara endilega senda þér spurningar líka í tölvupósti. Við erum alltaf til í spjall. Einmitt. Ef ekki þá bara ljúka þessu þetta skiptið og það verður að spyrja upptökuna. Upptakan kemur inn á YouTube-brásina hjá okkur. Það er best að fylgjast bara með því á Facebook. Annars bara takk Hildur, vel gert. Takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta þeir sem eru hinum megin við tölvuskjáinn. Líka takk fyrir alla spurningarnar, það er gaman að fá mikið af spurningum.